hér verður tekið fyrir Budapesta Gambítus. Það þarf að segja afbreyði þegar hvítur leikur riddari F3 og biskup F4. Við skulum vinda okkur í þetta. Þetta er upphafið af Budapesta Gambit, riddari G4, biskup F4 og riddari C6 og riddari F3. Þetta getur nú komið upp líka með riddari F3 og undan. Ég ætla það bara að einblína á þennan variant í þessu vídeói. Nú hvítur á líka riddari C3 en það er efni í annað vídeó. Já, með riddari F3 þá er hvítur náttúrulega að valda E5 þannig að og svartur leikur dróning E7 vil ná í piði tilbaka og hér eru tvei leikir á hvítum, E3 og A3. Skulum byrja á A3. Nú A3 þá er best að drepa með riddari G, E5. Náum í piði tilbaka og hann má náttúrulega ekki drepa til biskupinn, það var mát á D3 sem var nú frekar vandræðalegt. Og hér á hvítur E3 og riddari drepur E5. Nú E3 drepur á F3 G drepur og sjáum að vera drep með G-piðinu ekki gengur að fara í þennan variant. Það er mjög hæpið. Drep á D2 og D6 og sjáum hérna á pílónum að biskup E6 og F6 er planið og svartur er alveg með sinn counter í þessu og peðastaðan svolítið veik hjá hvítum en hvítur er vissulega með biskupana. Nú riddari drepur E5, riddari drepur E5 út mát á D3 ennþá. Skulum byrja á biskup drepur E5, E3 og biskup drepur E5. Biskup drepur E5, drepur á D2, drepur á E5. Nú G3 eða E3. Nú G3 hrókering D6. Við erum búin að ná í piði tilbaka og hvítur virðist vera með sterkan biskup á G2 en ég held að biskup F5 sé sterkuleikur hérna. Við viljum fara með hann á E4 og það neutralize allt hjá hvítum. Það er erfitt fyrir hvítum að stoppa það. Segjum dróning D5. Það var rókur AB8 ætti að vera jafntafl. Ég sé ekki að hvítur sé með neitt. Rókurinn getur fara á E8 og svo framvegis. Nú E3, þá kemur B6 góðleikur, löngrókun D6. Dróning D5. Það væru strategísk mistök að drepa D5. Getur drepa með peði og C-línan væri erfið, þannig að rókur B8. Og það er allt í lagi þó að við missum rókunum rétt. Við eigum hérna, sjáum örvarnar, biskup B7 og dróning F6. Og svo getur kóngurinn fara á E7. Rókur E8, kongur F8 og þetta er alveg fína lagi á svart sko. Og þetta er jöfnstaða. Skulum baka. Þannig að E3 er yfirleitt algengara. Nú riddari G drepur E5. Drepi biskup 1 og 2. Hér er D6 bestur. Opnum fyrir biskupinn. Hrókering. Já, ég ætla nú aðeins að bakka. Ég fór aðeins fram úr sjálfum mér hérna.
Já, E3 hér, ég átti eftir að taka það fyrir best velvinningar á þessu. Nú, hér er á svartu 2 möguleika. Ég myndi mæla með biskop C5 sem aðalínuna, sem aðteklisverð nýleg hugmynd, mjög sjálfgjafileikur. Aðeins 3% skáka í tölvubestnum í þessu, en mér langar aðeins að sína hitt líka. Hvítur er með biskupparið, en það myndi mjög gjarnan vilja leika C5 á góðum mómenti, sko, og að brjóta upp heiðastöðuna. Nú biskup E2, B6 kemur í veg fyrir C5 og biskupin er frá B7, og þetta er svipað og skoðum áðan. Hrókirinn krókur á E8 og staðan í upp. Við getum alltaf að fara með kónginn og E7 og F8 eins og pílutun sína, og þetta er svona engin vandamál hjá svörtum hér. Nú hrókirring, biskup B7, og þá snýst þetta voða mikið það hvort að við megum alls ekki leyfa hvítum leika, sko, hérna C5 eftir B4 C5 á góðu mómenti, þá erum við með vondastuðu. Hér er B4 og drang C3. Drang C3, hvítu vil leika B4 og C5 eins og örvarna sína, og þá myndi opnast línur og parið fara að nýtast vel. G5 er bestur, H5, þetta er svona þetta Evans Gambit, Budapestar Gambit legt, og við getum bara gert þetta þegar við erum aðeins búin að hingra með að hrókera. Nú hefur við kostað að geta hrókera langt, en við getum aldrei verið að fara í þetta nema við varum að býða með hrókera. Nú F4, H4, þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Þetta er G6, við erum með sterkan biskup á B7, biskup G4 athyglisvert, kemur yfir fyrir langkrókum. Róku G8, sjáum hérna á örvanum hvað planið er hjá svörtum, biskup E4 og F5 til dæmis, og þá er með góða blokkeringa á þessum peðum á E3 og F4 og getur fara langkrókira. Ég skoðaði hérna ýmislegt. Rókur F2 er eitthvað sem 12 var spáin. H3, þetta er eitthvað framhald sem ég er með. F5, þá erum við með domination við biskupum á H3 og E4 reyturinn. Eitthvað svona. Við erum búin að fórna 2 peðum, en samkvæmt mati tölvunar og stuðumati mínu þá erum við með góða stuðu. Biskuparnir nýtast ekki á hvítum og við erum farin að hóta róku D3, jafnvel róku drefur E3 og stór hættuleg staða. Þetta er mjög athyglisvert. Hvítar líka F5, þetta er E5, F6, drang D8, biskup F5. Hér er líka best bara líka kongur F8. Þá erum við líka við erum að fara hrókir í rauninni svolítið einkennilega, þú veist, við getum farið með hrókin á H8 hása í ýmsum tilvikum og kongin á G8, og eins getum við 8 reit fyrir drottningunni á E8. Það getum farið á C6 í einhverju stöðum. Drang D4, hrókur H8, við viljum leika H3, H3 kemur við fyrir H3, hrókur H6, hrókur D1, og staðan er mjög óljós, skrifa ég hérna. Ég veit í rauninni ekki alveg hvað gerist í þessu. Við megum náttúrulega að taka á F6, hvítur biskupana. B4 anleikur, þá er þetta G6 bestur, biskup G3 og H5 counter, og H4 og drónin G5 getur verið að koma.
sjáum að leikur H3 þá geti þetta verið mjög óþægilegt, bara mát á G2 hótun og erfitt að verjast þessu. Þannig að það mikið dýnamík í þessu sko. Biskup E7. Já, þannig að þetta svona athyglisvert. Ætla baka eins. Enga síður þá ég með hérna biskup C5 sem mainline, en biskup D2 mjög athyglisvert og hægt að hafa þetta bæði í erminni. Biskup C5 sem sjálfgefur leikur. Þá á hvítur 3 leiki, við skulum byrja á rittari B3 sem lógískur leikur, D6, við verðum að gefa einna biskupinn, en P á C5 nokkuð gott og opnast fyrir biskupinn á C8, dróning H5, biskup D7, þeir hugmyndin að fara með biskupinn á C6 og jafnvel langkrókera. Segjum biskup E2 og tefnist það svona, hrókur D8 og næstu leiki svarts F6 og biskup A4 möguleiki líka. Það verður gott að valda á D-in reitnum, en svona objektivlí þá þetta örlítið betur á hvítan en ekki mikið. Nú dreipur á C7, fórnan P-ið, það krítiska línan. Biskup C6, nú leikur biskup G3, þá hefur hrókur D8 og hvítur svolítið erfitt með að klára liðskipan hér. Við sjáum að biskupin kemst ekki út, að hann gerur G2 og plönin frekar einföldi á sortum, hrókera og hugsanlega F5, F4 og eins við biskup A4 í mörgum tilvikum og dróning E4 og eitthvað fleiri leiki. Biskup A5 bestur sennilega, B6, hrókering og hvítur verið einhvern veginn að klára liðskipan, löngrókun, hrókur A, D8, þá hugmyndi hjá okkur biskup A4 til dæmis og F6 og við erum með counterplay fyrir P-ð. Biskupin á F1 var svolítið erfitt með að komast út, hann ger alltaf á G2, þannig að þetta mjög athyglisverð leið. Biskup E2 annar leikur. Ef sko aðtöku hvað gerist þetta B4, það nú hugmyndin með biskup C5 biskup D4 upprópunumverki, skemmtilega millileikur. Það má náttúrulega ekki drepa, þá hann nokkuð mát á D3 eða jafnvel F3, það bara smekksatriði. Nú hrókur C1, D6 bestur, biskup 1-2, rittari Gunnar 6 upprópunumverki, biskup Gunnar 3, biskup B2 upprópunumverki og biskup 1-5. Hrókering og þetta bara jöfn staða. Hvítur nær ekki þessu C5 breyki sem hann þurfti svo nauðsynlega og það ekki sérstök vandamál í svörstu stöðunum síns mér. Þannig að þetta athyglisverð hugmynd með biskup C5. Biskup 1-2 kemur við fyrir að mestu leyti biskup D4, D6. Ef hann leikur B4 þá aftur biskup D4, hrókur B1, þetta alltaf svipað, hrókering jöfn staða, svipað staða á hann. Hrókering A5, við viljum stöðva A3 og B4 hjá hvítum, strategíst. Hvítur á 4 leiki hérna,
Skulum byrja á rittari E4, þá hótar hann A3, rittari G6, segjum biskup F3, F5, rittari D2 hókering, þetta verður fínt og svart, rittari C3, það virkar ekki á mig eins og hvíti sem er neitt hérna með peðaveikleika. A3, biskup C5, nú rittari 1-4 hér, rittari G6, góðleikur, trippið á F4 fyrst, D-trippið C5 og hér sjáum við örvarnar, hrókering, dróning F6 næstu leikir og ég sé ekki að hvítu sé með neina sérstaklega vinningsmöguleiki þessu. Já, skulum baka. Biskup Gunnar 3, hörvar og vill hugsanleika rittari E4 síðan. Hrókering, rittari E4, þá er biskup A7 athyglisvert. Hugmyndin er, sjáum hérna hörvarnar, biskup B8 og C6. Minnir á frægar tilfæringu hjá David Brunstein í Caro-Kann í gamla daga. Skulum skoða hróku C, F5, biskup 1-6 og hér eru við að plana G5 F4 og sjáum við hvað biskupin á A7 er sterkur í því setupi sko. Rittari D5, dróning F7, hérna sjáum við plönin G5 F4 og C6, dróning B3 var eitthvað sem ég kíkti aðeins á, biskup C5 líklega best. Það má ekki drepa á B7, dróning af, dróning C3 og rittari D7 góðleikur held ég. Þá getum við manúvera rittarinn á F6 og E4 og farum hrókin og E-línuna til dæmis. Og staðan líklega jafnvægi sko. Skulum baka. Nú rittari B1 er menntaður leikur, hvítu vill leika A3, rittari C3 og rittari D5, hrókering, sjáum að hérna, biskup B6, segjum B3, valdar á C4, G5, góðleikur og F5. Og hér er bara planið einfalt, rittari G6 og F4, biskupin á C5 mjög sterkur, leppar hérna P-in á F2 og E3. Þetta er mjög spennandi stað. Rittari D5, drepið, segjum C-drepið D5 á G5. Þetta er ekki neitt á hvít. Biskup G3, F5. Svartu stendur betur að mínu áliti. Ég sé ekki alveg hvað hann á að gera við þessar F4 rótun. Nú drottningdrepur, C6, dróning D2 A4, kemur við fyrir B4. Biskup Gunnar 3 og F5 góðleikur og svartur ef þetta leik, þá myndum við leika G5. G5 rittari G6, F4 og svo framvegis. Svona heilbrigð staða. Rittari B3 er svona mainline hérna hjá mér í stúderingunum. Svona kritiska línan, við erum að reyna að stoppa biskup C5 og við leika A3. Nú A3 er aðalínan hjá mér, við skulum skoða rittari D4. Hérna gæti komið til greina þetta svona, sér ekkert að því sko. Og biskupin sér svolítið undarlegur á B2 þá virðist þetta verið lægi á svartan. Nú önnur hugmynd er hrókering. Nú ef dróning C2 þá er það A3, B3, F5 með þessum G5 hugmynd þarna næst. Nú A3 rittari B5 pressar á C-supiði
og hvítu vill kannski leika rittari C3 og hóta A4 og rittari D5, biskup 1-6, hótum á C4, hrókur C1 F5 og nú planið hjá okkur G5 sýnist mér. H4 kemur við fyrir G5, það má ekki drepa H4 þá hangir á C7, H6 H5, dróning F7 counterplay. Sjáum hérna örvarnar, planið kongur H8 og hugsanlega B6 og ég held að svartur sé allt í lagi í þessu sko. Nú A3 biskup C3 upprópunarmerki. Það er mikið að kunna þetta system. Það var ekki gott að fara að drepa hérna, þá fær hvítur bara þetta peð þarna í morgumat á B3. Biskup C3, við viljum eyðileggja peðastöðunni á hvítum og hér er drottning C2 eða B3 C3. Við skulum byrja á drottning C2, þá er að drepa B2. Alla skáki sem að telst í þessu þá hvítur drepið á B3 en þá leikum við bara rittari D7 og erum engin vandamál. Þá blokkerum við alla C5 og síðan getum við fara að leika B6 biskup B7 jafnvel. Bara þægilegst það og hvítur með veikpeð á C4 A3. En C5 athyglisverð hugmynd, þetta er nú ekki telst sko. Það er alltaf, ef ég væri með svart, það er alltaf það sem ég myndi alltaf hafa augun á þessum C5 breyki. Biskup B6 valdar B3-peði, B3-peði er ásinn okkar. Biskup B5, kongur F8. Nú ef hann heyrði peðið og þá leikur bara F6 og við leikum kongur F7 næst og sjáum að A3-peðið veikt og B3-peðið okkar er gott. Hrókur C1 er annarleikur, dróning F6. Hótum rittar F3 skák, dróning D4, kongur G8. Hann hótaði að drepa D6 með skák, rittar G6, counterplay. B3-peðið okkar er stærst og við erum að leika H5 næst. Þá reit, getum bara að leika H4, hrókur H5 og kongur H7 til dæmis, dróning B4, drepa F4, G6 búin til reit fyrir kongir á G7 og við erum ekki með verri í þessu. Beðið okkar á B3 er það sterkt sko. Hrókur A7. Já, ég er búin að fara allt í þessu. En C5 var athyglisverð tilraun en þetta verðist ekki vera nægilega gott fyrir hvítan. Nú B3 C3 er mainline, drepa B3. Ég veist svolítið hrætti við sögu en það er allt í góðu. Já, hér eru skákar sem ég sé bara dróttir B3 telst, en þá kemur rittari D7, þetta er eins og ég talaði um áðan, valda á C5. Skoðum biskup F3, þá G5 góðuleikur og H5. Þetta getum við bara þegar við erum ekki búin að skuldbinda okkur með kongin. Þetta er svona skemmtilegt system, biskuparnir eru smá vandræðum hjá hvítum. Segjum H3, þá G4 bara finnst það á svartan. H4, H3, G3, biskup G4 og svartur er með góða vinningsmöguleika hér. Þannig að þetta er svolítið tricky fyrir hvítan að eiga við þetta sko. Nú A4, hvítu vill búið til eitthvað space. Hrókur A5, nú þetta C5 var ekki af gott, þá drótning B4 hugsanlega
ágætt á hvítan, hann getur fara að leika svo mikið að hann getur leikið A5 sko, og eigur á rýmið. Þess vegna var hrókur A5 svo sterkur leikur, það kemur niður fyrir allan counterplay. Og hér sjá örvanum plönin, þetta er C5, B6, hrókering og biskup út og hrókur F A8. Dróni B4, B6, svart stend betur, peðaveikleikar á hvítum, biskupinu nýtast ekki sem skildi. Þannig að nú hann dreipur á E5, þá kemur B2 millileikur, hrókur B1 og svart stendur betur hér út af betri peðastöðu. Nú C5 er bestur líklega, opna línurnar og reyna að grafa undan þessu setupi á svörtum. B2 millileikur, hrókur B1, D3 C, A4, þetta er einhver lína sem með biskup F5, hrókur dreifur og biskup E4 og hér skrifa ég bara svartur með counterplay. Ég held að það sé alveg rétt, við erum að valda á E4 valda P og B7, P-inn er veiki og hvítum, við erum að fara að hrókera, þannig að já, þetta er svona athyglisvert allt saman í þessum Budapesta Gambit. Þetta transpósa reyndar hérna. Þannig að hér er sem sagt í þessar stöðu var valmöguleiki eins og ég benti á upp að drepa D2 eða biskup C5 og þetta er alveg athyglisvert trikk hérna með biskup D4. Ég þakka fyrir í dag.